Eitthvað vit í að nýta sólarorku á Íslandi? Hvað vindorka á smærri skala og munu heimili og fyrirtæki í framtíðinni hafa eitthvað hlutverk í nýrri orkuöflun? Þetta eru nokkrar spurningar sem starfshópur á vegum umhverfis orku og loftslagsráðherra tókst á við í nýrri skýrslu sem kom út fyrr á árinu. Við Finnur Bekk ætlum að taka þennan þátt í að ræða niðurstöðu skýrslunar og höfum fengið góða gesti sem sátu í nefndinni, þau Ásmund Friðriksson, þingmann og Gunnlaugu Helgu Ásgeirsdóttur sem með mastersgráðu í sjálfbærum orkuvísindum. Verið velkomin í Lífæðar landsins bæði tvö. Já, takk fyrir það. Gaman að fá okkur og horfa þess inn í framtíðina. Ef við byrjum bara þess á þessari skýrslu sem að taka á eða ýmsu sem við þurfum að skoða þegar við horfum inn í framtíðina. Getið þið sagt okkur frá aðdragandanum að þessari skýrslu og hvaða verkefni þið fenguð eiginlega? Já, ef ég kannski byrja á því að ráðherrann Guðlaugur Þór Þórðarson, hann ákvað að skipa nokkra starfshópa til þess að fara yfir svona orkukosti, orkumál og við þessar nefnd við ræðum orkukosti sem eru þá innan 10 megawatta sem að heyra ekki undir rammaáætlun og við voru 3 í nefndinni, ég og Gunnlaugur Helga Ásgeirsdóttir og Lilja Rafney Magnúsdóttir og Hreinn Hrafnkelsson var starfsmaður og ritari nefndarinnar og mér finnst að bara nálgunin að velja okkur 3 hérna inn í þessa nefnd, það nú verið, hefnast nú nokkuð vel. Við erum landsbyggðarfólk sem að hefur svona víðtæka reynslu og Gunnlaugur Helga auðvitað hámenntuð í fræðunum og svo við Lilja Rafney erum svona komum bæði svolítið úr atvinnulífinu og þekkjum ágætlega til sem þingmenn og ég vil nú segja svo að þetta gerði manni mjög gott að setja mann inn í svona mál sem mann kannski finnst maður vita voða mikið en svo þegar maður fer að vinna í málunum og kynna sér stöðuna í þessum málaflokki sem okkur var úthlutaður, svona nýjir orkukostir, kom mér ótrúlega óvart hvaða mikið gerjun á sér stað og ég svona upplifði það einhvern veginn að vinnsla skýrslunar og viðtöl og fundir svona tóku aðeins meiri tíma og ekki síst vegna þess að mér fannst bara einhvern veginn að það væri alltaf að koma nýjir kostir og einhvern veginn þurftum við bara að segja, heyrðu, við erum bara hætt að skoða fleiri kosti, við þurfum að fjalla þessar sem komin eru og ég held að hraðinn í því sem að gerast í kringum okkur, hann sé ótrúlegur og mér finnst til mér bara að vita til mér að þessum þætti sem við erum hérna í núna bara að gefa mér tækifæri til að bara hlusta heima á vísdóm sem að getur hjálpað mér áfram inn í framtíðina og ég held að við höfum komið hérna með skýrslu sem svona skemmtileg til að fyrir ykkur og okkur til að fá nýjan grundvöld til að spilna okkur frá kannski ykkur ákveðnum botni eða einhverjum stað sem við viljum koma áfram og þannig að ég bara þakka fyrir að bjóða okkur og Gunnlaugur Helga náttúrulega líka mjög mikil sérfræðingur og gott að heyra í henni hvað henni finnst. Einmitt, þú náttúrulega eins og Ásmundur segir hámenntuð í fræðunum en var eitthvað sem kom þér þá óvart þegar þú svona fórst að skoða málin í þessari skýrslugerð? Já, náttúrulega þessi fjöldi kosta sem að standa til boða en svo líka bara kom það í ljósuna á ferðinni að það vantar kannski svolítið af upplýsingum fyrir fólk og fyrir almenning og ég held að þetta hefur verið fyrsta skrefið í þessari vitundavakning og stuðlað hugafarsbreytingu því að sólarorka kannski eitthvað nýtt fyrir okkur og við segjum já, er eitthvað vitglóra eða skíma í þessu og svarið okkar já, þetta já, við þurfum bara birtu og þá virkar þetta. Einmitt, það svona eins og það sé búið að kannski, svo ég sletta þessu rýbranda orðið sólarorku fyrir Íslendinga og köllum þetta núna birtuorku í skýrslunni. Já, við þekkjum það, við hefum nóg að birtunni að það var hluta ársins. Akkurat. Já, það bara mikið miskilningur að halda að það sé ekki nóg sól á Íslandi til þess að knýja áfram birtu sjálfur. Við erum auðvitað búin fram með það marga nágrannar okkar Evrópu að hér bjart allan sólarhringinn, stóra hluti ársins og kannski þegar heildin litið
að þá erum við að nýta töluvert orku úr birtunni og ég hef ég heillaðist kannski svolítið mikið af því núna í gegnum þessa vinnu að átta mig á hvað birtuorka getur verið víða og ég hef tekið til í Svíþjóða sem ég þekki mjög vel til. Fjölskylda mín býr þar út í sveit í Svíþjóð og þar bara eru allir með, eða svona flestir, og þeir nýbúar eða þeir sem að byggja eru að setja sellur á þökin, birtusellur og það eru þetta allt annar taksti í gangi, það rafmagn 3.000 dýrar en hér og þannig að í litlu einbýlishúsi sem að frændi mig var að byggja þar að þar kostaði svona aukalega þakki 5 milljónir að því að hann setti sellur á það en það greiddi sér niður okkur 3 eða mun greiða sér niður á 3 árum og hann að fá frítt rafmagn á meðan og þannig að það er ótrúlega svona mikil fegurð einhvern veginn í því sjálfstæði sem að maður þarf að fara að tilenga sér vegna þess að þetta hefur verið svo sjálfsagt fyrir mann maður bara kveikir og slekkur og svo opnar maður bara glugga þegar það er heitt og hleypir hittanum út en núna þurfum við að bara hugsa betur þetta allt saman og fyrst hægt að breyta svona kassalaga gæja sem ég í það að fara að hugsa að spara orkuna og vatni sem ég reyndar alveg upp í Vestmannaeyjum að spara vatna því það var við söfnum sem var regnvatni þegar ég var barn og það festist í manni og slökka ljós og svona að því að rafmagn var dýrt að nú þurfum við að fara að temja okkur þetta og ég held að þessi nýja bara útgerð að geta verið með birtusellur á þækinu batteri í bílskúrnum og svo þegar við siggarum ekki heim á daginn að þá hleður bara sellan inn á batterið og svo þegar við þurfum að fara auka rafmagnsnotkun á kvöldin setja bílinn í hleðslu að þá bara eigum við þetta rafmagn sjálf heima og erum kannski ekki upp á aðra komin. Ég finnst svona það er svona ákveðin fegur því. Það er kannski einhverju leyti líka bara því að það er ekki hefð fyrir þessu og Íslandin er bara í mjög litlu mæli í tengslu við húsbíla og fellihýsi og sumarbústaði kannski sem að við erum kannski ekki búin að vera að fylgjast mjög náið með þessu en tækni þróunin er svo hröð því þetta er svo tækni sem að margar þjóðir þurfa að reiða sig á til þess að geta farið yfir í græna orku þannig að við megum kannski hafa okkur öll við til þess að fylgjast með þessu og ef maður hugsaður þetta kannski aðeins hvernig mun þetta birtast, er þetta ekki eiginlega 3 flokkar, þetta er kannski fyrsta leið bara fólk sem að geti það sett upp litla sólarsellu bara til að draga úr notkuninni frá raforkukerfinu og svo er verið að horfa til þess til framtíðar kannski í einhverju framtíða þá mun fólk geta framleitt meira heldur að þarf að setja inn á netið og selja öðrum og svo náttúrulega kannski það sem er lengst undan sem er svona það sem aðra þjóðir gera er að setja upp stór sólarorkuver en voruð þið með eitthvað til að styðjast við það er ekki mikil reynslu á Íslandi þið skoðuð eitthvað dæmi af svona nýtingunni sem fæst úr birtuorku selum á Íslandi, er það ekki? Jú, við gerðum það og við fengum mikla aðstoð Orkustofnunar og þau hafa það hlutverk að fylgjast með þróun erlendis og svona þannig að þar voru sérfræðingar sem að útvega okkur gögn til að skoða og svo er bara hægt að líta til annarra þjóða í kringum okkur eins og Færeyjar eru komni með tilraun að vera með sólarorku. Við erum með, ég starfaði sjálf á Írlandi í nokkuð tíma og þar var vinna mín bara svo að finna ákjósanlega svæði fyrir sólarorkugarða, þannig að maður veit að þetta er raunhæfi möguleiki. En síðan erum við náttúrulega með tilraun að vera sjálf, það er fallorka út í Grímsey og bara sem dæmi. Brimborg og IKEA. Já, og þetta virðist virka. Já, ég allavega veit ég til þess að hann Egill í Brimborg allar sér að bæta við allavega, þetta er að gefa það góða raun, það sem hann hefur sett upp nú þegar að hann hyggst á stækkun. Hann opnaði heim fyrir okkur hann Egill og það var mjög gaman að heimsækja hann og þetta hefðu við líka heimsækja hérna ef við gátum þetta ekki heimsótt alla en hann er að gera frábæra hluti og nú er útlitið þannig að eftir svona 2-3 ára þá er held ég að birtuorka í heiminu verði það byrja 22% af framleiðslu. Þetta er að stækka mjög mikið og í dag held ég að kílóvattstundin kosti 20 krónur í birtuorku en þegar við erum að borga svona rafmagnskostnaður upp á 16 krónur frá rafveitunni það bil. Þannig að einhverjum núna
kannski 3 árum, þá mun þessi kostnaður svona fara að verða á pari og mér hefur fundist að þeir sem að við kannski vorum tölvöld mikið fjallum og fórum í heimsókn að Skálakoti undir Eyjafjöllum og kynntum okkur virkjunum læknum sem hefur verið þar síðan 1939 eða 40 hjá þeim í Skálakoti að það eru svona tækifæri í þessu fyrir landsbyggðina og við sáum fyrir okkur að bændur og einstaklingar á landsbyggðinu og eins og við í þéttbýlinu líka eins og þeir að tala hérna að getum voru svo kallar virkir framleiðendur. Það er að segja við framleiðum orku fyrir okkur og það sem er umfram að það getur selt ykkur, selt í næsta hús og svo geta líka orðið svona lítil orku samfélag og 2, 3, 4 sveitabæir í saman hlaðinu geta búið sér til hérna sameiginlega orkustöð, framleitt fyrir sjálfa sig og síðan selt út fyrir sig og núna er raunverulegu möguleiki að vera með byrkt orku á fjósinu, það sem er robot vinnandi allar sólarhringinn og litlar vindmyllur þó að ég sé ekki endilega talsmaður þessar vindmyllur sjóðum allt en það eru bara til orðað mjög litlar rellur sem að kannski fara í 3-4 metra upp fyrir þakskegg og eru kannski með 2 metra hérna vængkaf eða spaðahaf sem er ekkit hérna svona vond ásýnd á að slík samvinna vinds og byrtu getur kannski bara tryggt bara sveitabíli sem er að eyða töluverðum peningum í rafmagnskostnað á ári getur bara tryggt þeim tiltölu ódýra orku sem hægt er að afskrifa kostnað við á nokkrum árum vegna þess að orkusetrið er nú að borga 1,4 milljónur ári til dæmis sem að fær sér selvu eða hita eða varmarskipti sem er líka einn kosturinn sem við ætlum að ræða þetta í. Þannig að það er alveg ótrúlega margir hluti sem við getum gert til þess að spara hérna rafmagn. Ef við skoðum að þessu reynum að draga saman varðandi hérna birtuorkuna, þá það eru tillögur í skýrslunni, meðal annars bara metnaðarfull markmið var þetta nýbyggingar á árið 2030. Það eru svona ákveðið markmið það hversu langt eigi að vera komin þá og svo er þetta líka talað hérna upplýsingagjöf og styrkjar. Getur þú sagt okkur aðeins frá markmiðinu, Gunnlaugur, var þetta 2030? Já, sem sagt, við horfum til þeirra hluta sem er að gerast út í Evrópusambandi hefur til dæmis sett sér það markmið undir Repower Europe að alla nýbyggingar skulu hafa sólasellur á þaki og þetta fannst okkur bara vert að líta til. Þannig að við segjum að okkar tillaga er svo að frá 2030 þá eiga byggingar að vera tilbúnar. Þannig að hús þóli sólarsellur. Því að það þarf að passa upp á burðinn og líka í hvaða átt sólarsellur snúa svo að það nýtist sem best. Þannig að þetta var eina að tillögunum og hvetja stofnanir og svona til þess að huga þessum þáttum líka. Ég held að lykilskilaboðin í þessu öllu saman séu þau að margt smátt gerir eitt stórt og það er svona helsta niðurstaða okkar í þessu öllu. Er eitthvað sem þarf að koma til frá löggjafanum til þess að svona liðka fyrir þessari þróun til dæmis? Já, við rákum okkur á það að þessi umgjörð er kannski ekki til staðar og það er eitt af því sem við bentum á að við þurfum að skoða laga umgjörðina og stefnuna fyrir nýja orkukosti. Síðan er stór þáttur í þessu öllu saman að það þarf að auka upplýsingaflæði og það er bara mjög erfitt að átta sig á því hvað þarf að uppfylla, hvernig nálgast maður hlutina, hvar get ég fengið sólarsellur, straumbreyta og allt hvað einar svona til þess að þetta gangi upp. Þannig að mér skilst að þetta sé nú hafið og Orkustofnun var til dæmis daginn að auglýsa styrki. Þannig að það er hægt að sækja styrki til þess að setja upp sólarsellur og hústök á köldum og rafhituðum svæðum. Sko við þurfum einfalda regluverkið, eins og Gunnlaugur að segja. Sko. Það er mjög mikilvægt að eins og sagt vondri íslensku one stop shop. Það sé sem sagt
að ef að við viljum setja vind eða sólarsellu og þaki hjá okkur að þá séu bara reglur fyrir því bara eins og fjalla milli húsa, hvar megi að vera gluggar á húsum og ef þú ætlar að setja kvista þá þetta bara allt háð reglugerðum og þú þarft ekki að býða til einhverjum fund í byggingarnefndu lengur eftir því að fá slík leyfi og þannig þarf að vera með þessa minni orkukosti að þeir séu bara háðir reglugerðum og þetta sé bara tildulega einfalt og sé ekki íþyngjandi fyrir fólk og langur umsóknarfrestur og alls konar umfjallanir. Þannig að við leggjum í þessari skýrslu mjög mikla áherslu á það og í raun á alla þessar smærri kosti sem eru þá undan þegnir rammaáætlun að verkferðlar og umsóknar ferlina þetta verði bara mjög einfalt að bara til þess að fólk bara svona leggja í þetta. Einmitt. Og það þarf auðvitað bara að huga þessu sömu atriðum og kannski almennt gilda við fasteignir. Dreifiveituna þurfa að vita af þessu og húsnæðis- og mannvirkjastofnun þurfa að vita af þessu og svo eru auðvitað bara sérfræðingar, rafverktakar sem að fólk þarf að nýta sér en það má alveg hugsa sér að koma upp bara kerfi sem að virka vel og tryggir öryggi og tryggir að þetta sé rétt skráð sko. Já, bara sækjum út á netinu, skilur. Já. Þetta bara húleiðis. Já. En að fólk svona síni aðgæslega því að við erum að vinna með rafmagn þá þurfum alltaf að byrja á örygginu, það er ekki að tengja hvað sem er við en það á líka að vera að gera það einfalt. Alveg sammála því. En þú komst aðeins inn á vindorkuna, þið fóruð eitthvað inn í það en ég skildi að þannig þau kannski ekki alveg tæmt það eins og byrtuorkuna var þetta svona smærri vindmylur. Já, eins og Ási kom inn á áðan þá skoðum við þessar smærri lausnir og við fengum til dæmis kynningu frá fyrirtækinu Sætvind sem er með svona framlegir vindorku sem að passar í gáma, þannig að það er auðvelt að flytja þetta á milli og hægt að koma á skip og svo leiðis. En já, þetta voru vissulega margir kostir, þannig að það var erfitt að komast yfir á alla og niður í kjöl. Já, það var náttúrulega sérstakur hópur í vindorkunni sem var skipaður, sem er búin að skila skýrslu og tillögum að því hvernig vindmyllugarðar verið byggður upp og á hvaða stöðum og þeir verið þá nálað við meginflutningskerfi og slíka þætti sem að eru að taka fram og hvernig þeir falla þá inn að rammaáætlun og öðru slíku. Og það var mjög merkileg skýrsla sem þau skiluðu en að því að Gunnlaugur minnist þetta á Sætvind að það núna eru skipafélögin að með þetta í 40 fyrir gámum og eru með borð hjá sér í skipunum og eru að keyra rafmagninn á skipin. Þannig það er einhvern veginn, það eru allir svona á tánum og ég var að segja þessu að mér finnst atvinnulífið mjög áhugasamt það að bregðast við og að því við vorum að tala um frammi á hana bara þessi sín fyrir okkur sem erum ekki í bíladöldakallar að eiga allir bara rafmagnsbíl að mér finnst bara svolítið svona að mönnum finnist þetta bara svolítið sjálfsagt að við Íslendingar bara horfum til þess að hér eigum við endurnýjanlega orku sem að eru þetta bara okkar gríðarlega verðmæti. Þetta er ódýrasta orkarun í heimi og sem er auðlind hvers heimilis og í þessu starfi okkar höfum við lagt mjög mikla áherslu á það að jafna orkukostnaði á landinu, að við búum öll við sama orkukostnað, bara það er alveg sama hvað á hringir. Það kostar jafn mikið hringir frá Egilsstöðum til Vestmanni eða til Reykjavíkur eins og frá Reykjavík á þessa staði en rafmagn er ekki á sama stað og við leggjum mikla áherslu á það og við höfum gert það lengi mjög mikið landsbyggðar þingmenn að jafna raforkukostnaðinn og það er aðalega flutningun á raforkunum sem er að gera okkur erfitt fyrir og allir mjög þungur í skauti hjá garðyrkju og bændum og þannig að við höfum verk að vinna en framtíðin er bara björt og við þurfum ekkert að gera eitthvað stórkostlegar breytingar, við höfum að taka hver skref einu, við höfum að setja okkur markmið og ég held að vant eitthvað 12.000 gígavastundir til 2040 til þess að ná þessu 30.000 gígavastundir sem við ætlum að eyða rafmagnið þá, við erum að eyða hvað 20.000 núna, eða það byrja 90 eitthvað og við heyrum hvernig ég tala um gígavastundir núna, ég þykist vitið þetta allt saman. Þetta orð þvælist fyrir mörgum. Teravatstundir, já. Við vorum að hörður heyrðum ekki að kannski ræðum í vinnu bara.
Það var heldur ég kunnið alls saman utanbókar. En það athyglisvert sem þú segir með að þú finnir mikinn áhuga að því að og það kemur fram í skýrslunni að sko á fyrri helmingi síðasta aldar þá skorti ekki áhugan hjá íbúum þessa lands út allt land sem voru sko á fullu að koma sér upp litlum vassafsvirkjunum, litlum jafnvel vindmýlum til þess að geta bara komið sko ljósi á bæina eða jafnvel geta keyrt útvarpið sko og það kemur fram í skýrslunni að það hafi verið 530 minni vassafsvirkjunir bara mjög litlar til þess að knýja bæi eða nokkra bæi og það hugafar kannski einhver leita að vakna aftur og þarf kannski að vakna aftur. Já, það var sko og það kemur líka fram að þegar Rarik fór að setja dreifiveitum fór að dreifa rafmagnunum sveitirnar að þá þurftur að fá kúnna viðskiptavini til þess að standa undir kostnaðinum og þá var sagt við þessa bændu að þið verið bara hætta þessu sko, þessu snatti heima, þið verið að kaupa rafmagnu okkur og þar fórum við svolítið öfu átt þessu erum við að snúa við aftur núna þessu erum við að tala breytingu og einföldun regluverksins til þess að þetta komi aftur og þessuna kynntu okkur þetta sérstaklega og núna sko við þurfum öll einhvern veginn að hugsa bara við ætlum að verða virkir notendur sem við ætlum bæði að búa til rafmagni fyrir okkur og líka að deila í á milli okkar og það er alveg ótrúlega ég svo romantískur í mér að segja að sé svo falleg hugsun sko. Já, ég meina en það lykilatriði í þessu öllu þessir virkir notendur sem við erum að sjá koma inn með þessu Repower Europe og fleiri svona löggjöfa pökkum frá Evrópusambandinu. Er þetta ekki bara svolítið það sem þarf alltaf að gerast? Við þurfum að vera meðvituð allt sem við neytum og allt sem við gerum og þetta er bara svona hlut af því og mikilvægt að vekja okkur til lífsins þessa auðlind sem að rafmagnið er og hversu vel við getum í rauninu farið með það. Jú, það held ég og það vill maður vera sjálfum sér nógur ýmsu hluti og orku sjálfstæði er eitt þeirra. Og við búum náttúrulega á eyju þannig að vera sjálfum sér nógur er mjög mikilvægt því að það er hreinlega bara þjóðaröryggismál. Við búum á landi þar sem að við erum ekki tengd við aðra þjóðir til þess að útvega okkur orku. Þannig að ég tek undir sem Ási segir, þetta er voðalega romantískt. Mér finnst svona pínu eins og þegar ég horfa á þetta, við sem að fara að einhverju leyti aftur í stígvélin og stundar svona sjálfsþurfta búskap. Því að, já, þetta er svona pínu það sem þetta er. Akkurat. Ég held að sko þegar Gunnar Helga verið komin á sama aldur ég og pappinn erum á núna að þá verði þetta bara eitthvað svona gamaldags tala virka notendur, þá verða það bara allir orðnir virkir notendur og tíminn mun breytast og við sem að munum það að það var kalli vinnur sem sagði mér, veit hvað, þeir eru bara búin að finna upp síma sem að þú getur ekki bara hringt í bara heimtíðin og aðtók að það sé ekki allt í lagi í ískápnum og svona og sko þegar 1978 sko þá hlógu við náttúrulega rosalega þessu fannst þetta mjög fyndið. Núna er bara engin maður með mönnu sem að er ekki að horfa í síma sinn og aðtók að það sé ekki allt í lagi heima. Nei, og við erum að tala í raun og veru, þetta er í ennþá nálægri framtíð heldur en þetta árabil sem að þú ert að tala við erum að tala að þið eru að leggja hvetja stjórnvöld og fleiri til þess að gera þetta fyrir árið 2030, svo það er bara örstutt í það. Þetta er bara á morgun sko. Þetta er bara á morgun sko. Þannig að þá ætlum við að vera búin að ná, þið leggið til ákveð að það verði ákveðin hluti af okkar orkukerfi í þessum nýju smærri orkukostum. Ég held að það er mjög flottar hugmyndir. Og fyrirtæki landsins, dreifiveitur landsins eru byrjaðar að undirbúa fyrir þetta. Snjallmælavæðingin er víða komin af stað og svona innan fárra ára ætti hún að vera yfir staðinn og það er þá grundvallaratriði til þess að geta mælt nákvæmlega og skilað upplýsingunum hvað þú færð inn og hvað þú setur út að þá, þegar sú forseti er komin þá er hægt að fara af stað með virka notendur en það þýðir ekki að fólk getur ekki gert þetta núna því það getur sannarlega sett upp einhverja orkuöflun, sólasellur eða annað þess að draga úr notkun og þá er það að taka virka þátt í orkuskiptunum mjög spennandi. Ja, mér fannst það mjög áhugavert í þessari vinnu að þegar voru að tala raforkumarkaðinn og allt sem honum fylgir, ég veit að það er reynda mjög flókin og löng umræða
og aðri betur til þess falli kannski ég að tala nákvæmlega það en það sem að svona bara við venjulegt fólk og hérna sem að bara eigum heimili og fylgta börnum og bíl og allt þetta og að hugsa til þess að og þegar maður áttar sér á stærðunum að í hádeginu í rauninni erum við að setja 4 virkjanir í gang. Þá erum við að sækja 200 megawatt til þess að elda hádegismatinn. Og svo dettur þetta niður yfir miðandaginn og svo aftur kvöldmatinn þá erum við aftur að starta 4 virkjunum á Íslandi til þess að elda kvöldmatinn. Og þetta svolítið eins og við vorum að berjast við í COVID, sko. Þá vorum við alltaf að berjast við kurvuna, sko. Lækka og fleti út kurvuna. Og það þurfum við líka að gera í raforku notkunni. Við þurfum að fletja út kurvuna. Að þessar risa framkvæmdir sem við erum búin að fara í og eyða öllum þessum peningum í þessu orku sem við erum bara svo nota bara í klukkutíma á dag. Bara rétt á meðan að hlusta á hádegisveitunar er þetta að nota orkuna. Þannig að við þurfum að fletja þessa kurvu út og svona trekasar eins og ég erum búin að átta okkur á þessu að við þurfum að taka þátt í þessu og markaður þarf að taka þátt í þessu með því að segja við okkur já, ef þú hleðu bílið sko eftir 12 kvöldin þá færðu rafmagnið á X í staðin fyrir sko að það sé hérna uppi og við þurfum að vera svona lifandi við þessu og ég veit það að ég ólst upp eða þessum barn í Vestmannaeyjum að spara vatn og ég enn að spara vatn sko hlaupandi út alla trissur og skrúa fyrir krana og menn sér á hótelum ellindis alltaf skrúa fyrir krana því að vatnið sé alveg að klárast og þar var sko það var náttúrulega Stakkolt þar sem ég bjó hér af og ömmu og við vorum loftið að þar var kynnt með olíu sko og það var alltaf slökkt kl. 8 kvöldin sko því það var svo dýrt að kynna húsum olíu og svo kom gos í Vestmannaeyjum og þá fórum við að hita húsin í Vestmannaeyjum með gufu úr hrauninu endurnýjanleg orka og þegar hún kláraði svo, þegar orka var búin í því þá var fara út í rafskautakalla og þegar það voru mjög dýrt þá var fara út í risa varmaskiptastöð í Vestmannaeyjum sem önnur stærsta stöðin í heiminum og sem náttúrulega frábært tækifæri fyrir aðra byggðir á Íslandi en svo þurftum við rafmagn í það líka og þá var notað umfram orka og umfram flutningur og eins og dýrt og hægt var en svo var bara ekkert orðið neitt rafmagn til í umfram orku eða afgangsorku og þá þurftum við að fara að keyra á tímabili sko, þessu stöðu aftur með olíu þannig að það sem var 1963 í Eyjum var komið aftur bara 2023 sem var ótrúlega afturför í þessu hring að við skulum vera á þeim stað bara vegna þess að það voru orku skortur í landinu og hann kemur til að tvennu við þetta búum ekki til nógu mikið orku og svo kannski förum við ekki nógu bara vel með orku og það bara líka stóra máli sem við þurfum að temja okkur. Einmitt. Ykkur þið komið líka inn á varmadælur í skýrslunni og tækifærin sem felast í þeim og kannski þá sérstaklega fyrir dreifbílið. Algjörlega. Hvað svona, hvað sáu þau fyrir ykkur við þessa vinnu hvers konar tækifæri liggi þar? Já, við erum náttúrulega komin mjög vel á veg og við sáum kannski fyrir okkur að halda bara áfram á þeirri vegferð sem við erum á nú þegar og bara vekja kynna varmadælu væðinguna aðeins betur og vekja athygli á henni. Ég veit ekki á sem viltu bæta eitthvað við? Já, sko, ég held að sé tækifæri á landsbyggðinni, á köldusvæðum fyrir varmadælur og eins bara svona stærri útgáfur eins og þarna í Vestmannaeyjum. Þetta hefur tekist afskaplega vel og en það þarf svona tvöfalt kerfi og við þurfum að geta nýtt slík kerfi eins og er í Vestmannaeyjum og auðvitað í mörgum sveitarfélögum og þar sem að kemur líka en glatvarmi á köflum eins og úr fiskimjölsverksmiðjum sem í gangi í takmarkaðan tíma ári að við þurfum að segja við hvort annað og segja við strákana í Gúanónu og strákana í varmaskiptastöðinni í Eyjum sko að það þetta smá brasa að skipta vegna þess að þetta þarf að stilla saman og þetta handavinna líka en við þurfum bara að nota hvort einasta tækifæri til þess að nýta glatvarma til með þessu í Gúanónu í Vestmannaeyjum
þegar Góanó er í fullum gangi að maður þarf alltaf að hugsa sig þegar segir við tölurna sko, en ég held að þá séum við að tala að við getum notað hita 500 hús í Vestmanni með glatvarma og þó að það sé ekki um einhverja vikur ári þá skiptir það bara gríðalegu máli af því ég mannalega þegar við var peyja vinn í Góanónu og við vorum að horfa á kondensana þar sem að bara hitin bara, hún var spýtt út í loftið og við vorum ofta að tala um það, akkur gerum við ekki eitthvað þó við værum ekki komin neitt á þennan stað en núna bara segja allir sko, við bara verðum að gera þetta það þarf að gæta til lögregluna en að mennir að bara henda orkunni þetta er bara lögreglubál Er það að leggja það til? Þetta er nokkuð frasi bara hann er rétt að koma 40 þá er hann líka létt í manni sko. En haldið það sé munur nú smá aldursmunur á okkur orðið það nú bara pent haldið að finnið þið mun á meðal fólks haldið þið svona í viðhorfum og áhuga á orkumálum og sjálfbæra og grænni orku haldið það sé munur? Það er klárlega einhver munur en mér finnst á sér tala svolítið illa sjálfan sig og kalla sér trékassa en hann skilur þetta það er já, við erum náttúrulega í þessum orkuskiptum fyrir næstu kynslóðir og mína kynslóð og þá næstu og eftir og svo þar fram eftir göttum og auðvitað viljum við bara við viljum bara bjarta framtíð og unga kynslóðin talar mikið fyrir orkuskiptum og það er megin viðfangsefnið að fasa út olíunni og svoleiðis Við erum náttúrulega ölumst uppið tækni þannig okkur finnst ekkert mála að skoða allt í símanum og setja rafbílinn í gang, hlaða hann og svo framvegis og þannig að það er náttúrulega kynslóðmunur en mér finnst umræðan almennt í þjóðfélaginu vera svo að fólk er á þessari braut vill orkuskipti og við erum svona saman í þessu og ná þessu fyrir 2040. Og það er kannski hægt að tengja kynslóðuna saman þú talar að þín kynslóð og kannski þá sem eru enn yngri alist upp í tækni og við getum þá sagt að eldri kynslóðun hafi alist upp við að sóa engu þannig að þetta tala nú allt voða vel saman. Jú, við lærðum að sóa engu en sko, ég var nú einmitt að tala um það á það sko, að spara vatni og þetta en sko, ég upplýði það svolítið því ég var svo heppinn að fá að vinna með Gunnlaugu Helgu sko, að hún dróma svolítið niður sko, nýri í raunveruleikann og þessi skýrslugerð og vinna í kringum þetta, hún dróman bara einhvern veginn niður í raunveruleikann og mér finnst ég vera svolítið orðin eins og frændu mínu frá Bandaríkjunum sem alveg sem að andvörpuðu undrun þegar maður bara opnaði hurðinu út og hleypti öllum hittanum til þess að kæli húsið og að nú er maður bara er maður með handbreysun á sko, þú ert ekki að opna hurðina vinur, þú ert að bara lækka á hittavitinni sko. Þannig að fyrst að þetta breyta mér þá held ég að það breyta eiginlega alveg öllum og þeir eru ótrúlega margir held ég. En tölum þá aðeins raunveruleikann, úr rómantíkin í raunveruleikann. Hvað sjáu þið fyrir ykkur, sko, þið eru mjög margar tillögur og margar romantískar og svona framtíðamúsík, en þetta er vel hægt. Hvernig myndið þið forgangsraða svona því sem þarf að gera til þess að þetta geti orðið á raunveruleika innan þess tímamarka sem þið nefnið í skýrslunni 2030-40? Ég held að sko, við þurfum að einfalda reglkerfið mjög rætt. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og við þurfum, og bara eins og við erum búin að segja svolítið átt okkur á því hvað rafmagn er rauninni mikil auðlind sem er bara ekkert alveg við megum ekki vera illa með hana og hún er ódýr og ástæðan fyrir því kannski að aðrir orkukostir eiga erfitt uppdráttar hér það er vegna þess hvað vatnsaflið er ódýrt og er auðvitað hagkvæmt og við þurfum að halda áfram að byggja á því en við megum alls ekki gefast upp við heina kostina og ég hef verið sérstakur áhuga sjávarfallaorku hún er ennþá lít beislanleg og það er dýrt en við megum alls ekki gefast upp við þurfum að halda áfram að skoða þá kosti og allir þessi kosti sem eru ennþá dýrari núna við megum ekki við höfum ekki leyfi til þess að þróa það ekki áfram með okkur að þeir munu verða
gríðarlega mikilvægir og það kemur fram í þessari skýrslu að svo mögulega var hægt að gera 3210 megavatta virkjanir á Íslandi sko. Þú veist, bara að því það er hægt að segja það sko. En sem eru þá einhver mjög mörg megavatt en kannski raunveruleikin í því er bara einhverjir tugir virkjana sko, með kannski 200 megavatta framleiðslu sko, sem er þá eitthvað sem við segjum hefur ekki eitthvað umhverfislega áhrif og svona. Þannig að við þurfum að nýta okkur þá kosti eins og hægt er en leið verðum við að og megum alls ekki gefast upp við sjávarfall sko. Það er gríðarlega spennandi. Ég man ekki sko, tölurnar í kringum landið af orku við rastir í fjörðum og bara út á sjó. Nú erum við að sjá ölduvirkjanir. Það er fólk, vestmanningar sem komu til Eyja og vilja reisa þar 100 megavatta sko, öldu orkustöð. Og það er nú erfitt að lýsa því í útvarpi en þetta er í rauninni ótrúlega svona einfalt að sjá og þarna eru bara tækifæri fyrir kvöldsvæði víð á landið að skoða og ég held að framtíð unga fólksins að nota endurnýjanlega orku á Íslandi sé bara, hún sé endalaus en auðvitað verður vatni alltaf þessi ódýri öflugi öryggi kostur sem við þurfum að byggja á en við þurfum auðvitað að byggja þetta allt í samræmi og í sátt við náttúruna eins og við getum en við þurfum auðvitað að þróa lífið, atvinnulífið og heimilin og ekki viljum við hafa slökkt á nóttinni við okkur. Nei, þú talar um regluverki að það sé, er eitthvað fleira til nefnið til dæmis svo sem leiðandi spurning þið nefnið sérstaklega flutnings- og dreifikerfið, það sé hægt að bæta það. Já, algjörlega við tölum líka jöfnunarkostnað, það er margt að koma til að stærri stórframleiðendur eða stórnotendur orku þeir borgi jöfnunargjald og svoleiðis og en svo ég kannski haldi áfram og spinna ofan og svara hans Ása þá held ég að orðið eru til alls fyrst og vinna okkar var að vekja athygli á þessum orkukostum. Næsta skrefið er kannski regluverkið og þriðja skrefið er að búa til þekkingu á Íslandi. Við erum náttúrulega sérfræði í vindorku vassafli og jarðvarma en núna held ég að það sé mjög holdt fyrir okkur að hafa ekki öll eggin í sömu korfinni og þetta er atvinnuskapandi og vindu bara upp á sig. Ég held að það sé mjög mikilvægt að ríki gangi líka fram fyrir skjöldu. Við köllum eftir því í þessari skýrslu að hús verði tilbúin til að taka á móti birtuselnum 2030 og ég held að ríkið er ganga undan núna og með góðu fordæmi og nota þær byggingar sem við eigum og getum með góðu móti komið fyrir birtuselnum, við eigum að hiklaust að gera það og þó það sé ekki kannski alveg endilega akkurat í dag að spartan er mikið en það er að verða miklu öfluri, það er að verða ódýrari, það er að komast á par við vindin, við vatnið. Þannig ég held að þar séu mjög mikil tækifæri fyrir okkur og tala þá Herjólf að hann er að ég held að sé að spara, ég man ekki, það kemur fram í skýrslunni með hvað marga bíla á árið sem við erum að spara útblástunum með honum og mér fannst það alveg hræðilegt að vera að tala um nýja ferju Breiðafjörðinn að við skildum kaupa einhvern gamlan oljudall til þess að sigla við Breiðafjörðinn. Við eigum að vera stærri í okkur en það. Við áttum bara að kaupa eða gera áætlanir byggingu nýra rafmagnsferju yfir Breiðafjörð. Ríkið á að ganga undan í þessu. Það er bara engin spurning og ég segi nú bara fyrir mig ég er nú bara montin að ferðast með Herjólfi mér finnst þetta er bara svo flott og maður er búin að vera á sjó og þekkja allas á oljulykt og þessi leiðindi og sem fylgir alls konar skipum og
en að fara með Herjólfi, þetta veitu hvað, maður fær svona einhverja unarstilfinningu að að horfa svo á vatni rennanur Seljalandsfoss sem að gefur okkur smá orku þó að hann verður náttúrulega aldrei virkjaður auðvitað þegar hann svo fallegur eins og allir sunnlendingar Eyjafellíkar allavega. Ég held þetta sé voru ljómandi fín loka hugsun inn í þennan þátt. Gunnlaug Helga og Ásmundur Friðriksson bara hjartans þakki fyrir komuna og til hamingju með skýrsluna. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða okkur.